Komið sæl og verið velkomin í podcast Kopp.is. Liverpool hefur lokið leik í september. Þetta voru 6 leikir og fórum ekki sérstaklega vel og þetta var ansi skrítin mánuður hjá Liverpool og eftir síðustu 3 leiki sem eru liðnir frá síðasta podcast, þetta alveg nóg að ræða, myndi ég ætla, og með mér í það hef ég Magnús, þú ert mættur. Algjörlega. Og Sigursteinn. Jú. Herðu, Steini, 6 leikir í september og niðurstaðan það 1 sigur og fréttir í dag er að fjalla bara lánleysi liðsins á báðum endum vallarins. Þetta oft verið slæmt, Steini, en við erum að tala einhvers konar met núna í september. Ég held að sveimið þá. Já, þetta vel pirrandi. Það eiginlega ekki hægt að lýsa því á neitt annan hátt. Það eins og við höfum stundum komið inn og það eitt að spila illa, það eitt að sko liðið sé ekki að fúnkera saman. Eiga erfitt með að skapa sér færi, eiga erfitt með að koma boltanum á milli manna og vera ekki beinskeyttir og annað slíkt. En það eiginlega bara, það fín svona holding á sjálfu spilamennskunni. En eins og kemur inn á að þá sko mega andstæðingarnir valla líta í átt að markinu okkar, þá hann í netinu og hinum megin þurfum við helst að vera inn í netinu til að ná að koma boltanum yfir línuna og við þurfum til þess allt og mörg færi til að skora hvert mark. En með þessi leiki sem við erum að horfa á núna, Steini, hefur ykkur áhyggjur af þessu sko til lengdar næstu 1 eða 2 mánuði? Heldur þetta geti bara að hafa gengist? Nei, ég hef sjálfur sér ekki miklar áhyggjur af þessu og þó maður sé pirraður á sjálfum úrslitunum og þá maður búinn að vera að horfa á þessa leiki og bara skemmta sér ákveðlega yfir þeim. Það bara fínn fótbolti í boði og eins pirrandi og það að ná ekki inn stigum og úrslitum og þá gaman að horfa á liðið spila og það í rauninni allt þetta til staðar til að taka þetta skref. Við erum búin að sjá eins og við núna í Spartak-leiknum að vörnin var að fúnkera í þessum leik. Við vorum að spila flott út af vellinum en menn bara gátu ekki tróðið helvítis turinn í net. Leicester leikirnir, fyrri hálfleikur í deildabikarnum með mikið breytt lið, spila flottan bolta, áttum að vera búin að bara gera út leikinn í hálfleik. Síðan náttúrulega það sem að fer mest í pirratan á manni svo í svoleiðisleikjum að síðan bara mætum við ekki inn á völlinn í seinni hálfleik. Seinni leikurinn á móti Leicester, hann var líka að mjög mörgu leyti bara mjög fínn. En og aftur vorum við svona varnarlega og svona, já, ákveðin atriði í þeim leik sem að gera það verkum að við hleyptum þeim inn í leikinn aftur. Þannig að sko heilt yfir ég ekki rosalega áhyggjufullur en auðvitað verður maður fúll og geta þau verið rosalega dýr þessi stig sem við erum að droppa og tapa út af báðum endum á vellinum. Þetta er líka galin tölfræði, Maggi, 119 skot í síðustu 5 leikjum eða 126 í september og við skorum 7 mörk í heildina í öllum þessum keppnum. Ég náttúrulega, ef við ætlum að búa til hérna einhvern útvarp sem ég held að skipta náttúrulega máli, þá náttúrulega Steini að segja allar jákvæðu hliðarnar sem við getum hort á að margan hátt. Ég get alveg verið sammála því, það margt fínt í gangi og manni finnst einhvern veginn að hlutirnir séu stutt undan. Við vorum auðvitað að rifja þetta upp í vinnunni í dag að það var ég kannski var á leiknum sem allt brast í fyrra, húlleikur fljótlega og svo Vottorp 6-1 leikur þar sem menn einhvern veginn náðu að nýta öll færi sem þið fá. En þetta náttúrulega, þetta allan hjá mér, þá vekur mér þetta töluverðar áhyggjur, þessi tölfræði sem við erum að tala og mér finnst þetta bara fyrst og fremst þetta lítur þannig fyrir mér, það bara ekki nægileg gæði í sóknarleiknum. Það auðvitað sjálfsögðu vekur það manni vona, maður þarf að hægt og rólega að fyrirgefa
Coutinho og svona það hvernig hann hagaði sér vegna þess að það náttúrulega, hann strax búinn að hérna, komast á svona alvöru blað hjá þessu liði. Það dálítið magnað að því við vorum aðeins að leika okkur hérna í tölfræði í dag að skoða tölfræðina fyrir þetta lið okkar og skoðum það að þeir eru blessaðir kallarnir ekkert mjög hátt og ofarlega á svona tölfræði leikmanna hérna yfir mótið, þó séu auðvitað bara búin 6 leikir, að þá erum við bara með skotamarkið á 20 leikmanna hópið, þá ráttur öll þessi skot, þá er bara einn leikmaður frá okkur sem er svona ofarlega í þeirri tölfræði, það er Sala með 20 skot og Sturridge í öðru sæti, það er okkar upp með 10. Það að skapa möguleika er svo sem er efstur í okkur, þetta er svona einhver tölfræði tala, er Firmino og hann í 16. sæti með 11, en Coutinho kom inn eftir 2 leiki með 10 svoleiðis sénsa og við vorum búin að skjóta fyrir utan teig, ef ég man rétt, 47 skotum og það er 1 mark af þeim skotum og það er Coutinho, þannig að auðvitað getur maður sagt að hann er komin inn og mun breyta einhverju, en þú veist. En Maggi, það er eitt aðeins á móti í þessu, sko, það er Liverpool búin að skora 3. mest af mörkum að liðum í deildinni þessum af tímabili, þú veist, og þá náttúrulega með sitt í leiknum sem að telum heldur betur með þeim í þeirri tölfræði mannsýtiliðin hafa skorið sér all hressilega úr í byrjunmót, það er bara, er unni fáránlega tölfræði markalega hjá þeim báðum. Sammála, en að móti þá verðum við samt að átta okkur á því að með virðingu auðvitað, þú veist, þá erum við, þarna er við líka að tala heimaleiki við Burnley og Crystal Palace, sko. Þannig að það er líka þannig að sem er reyndar í okkar til að gera ekkit endilega betra, sko. Það er bara þannig að. En sérstaklega ekki Palace, sko, við hefum alls ekki verið. 23 skota á móti Palace og 1 mark og 35 á móti Burnley og 1 mark, skilur, þú veist, það sko skotatölfræðin er rosa mikil og mörkin sem komu eru auðvitað á móti sterkari liðunum, þannig að þú veist, auðvitað er þetta mjög stutt á veg komið, en þú veist, Steini tekur, við erum allir sammála það, þú veist, það er rosa margt sem að lítur fínt út, en að mínu viti þá erum við ekki ennþá að sjá Mane í þeim gír sem við eigum að sjá hann, held ég, og sá sem er að bera upp í sóknarleikin hingað til er nýliðin Sala, menn það er ekki nógu mikið að koma út úr Firmino, klárlega. Maggi, tökum hann aðeins bara, þú varst að pirra á hann svolítið helginu og hefur náttúrulega gert áður á Firmino, tökum hann aðeins bara sérstaklega af þessu 3 og hann er bara svona með tölfræðina með hans í huga, þú veist, þetta er svolítið áhugavert hérna, þetta er svolítið áhugavert case að fara yfir, en heldurðu, þú veist, hann er núna með 2 mörk og 2 stóðsníkar, þú veist, hvað er þið mestu með 6-7 mörk og hann náttúrulega tekur held í víti núna í ár, var ekki bara, er komið mark úr víti hjá honum? Nei. Var ekki bara fyrirmót? Klikkaði á víti sem fekk. Ertu að gefast upp á honum alveg? Heldur þetta sé bara... Nei, sko, alls ekki, sko, Roberto Firmino er náttúrulega bara geggjaður fótboltamaður, það má enginn láta bara þegar ég er að pirra með á honum, að þú veist, þá er kannski fyrst og fremst sem mér finnst ekki vera að ganga það, ég hef rætt áður, ég átta mig ekki alveg á því út af hverju okkar ágæti vinur Jürgen Klopp hefur farið þessa leið sem hann er að fara að vera ekki með striker, bara out and out striker og það er náttúrulega mér fannst til dæmis í leiknum í gær algjörlega komið ljós að mínu viti á 2 mómentum hvað er erfitt hjá honum að vera þessi maður sem er að leiða línuna, það er náttúrulega sendingin í fyrrháleik þar sem að allir svona senderar hefðu skorað langi boltar sem kemur í varnarmennin og hann greinilega reiknar ekki með því að varnarmaðurinn missa á honum og kiksar honum framhjá og svo þegar hann kemst í gegn og leggur boltan fyrir aftan Sala vegna þess að hann er ekki þessi sem er að leiða og það sést líka þegar Sturridge kemur inn á hversu oft Sturridge er komin í færin í markinu og þó Sturridge er reynda búin að gera það illa að þú veist þetta er geggjaður fótboltamaður, mér finnst hann algjört æði og mörkin sem hann skorar er algjörlega geðveik og hann er svo duglegur, hann hleypur eins og skrattin út allt, en mér finnst bara ennþá, ég er alltaf að reyna að átta mig á því og ég skil það ekki ennþá eftir svona leik eins og í gær og í rauninni kannski líka sérstaklega deildabikar fyrirleikinn á móti Leicester þar sem að, þú veist, við vorum með svo lange sem er ekki ennþá komið gæðin en ég held að hann eigi séns út af hverju við erum ekki einhvern veginn að leggja liðið okkar þannig upp að við séum bara með out and out center og því að, þú veist, ég held að out and out center er ekki ósvipað Lewandowski sem að Klopp náttúrulega bjó til og Lewandowski var á eldi í Þýskalandi undir stjórn Klopp
til þín Steini, að þá það bara svolítið þannig að við erum einhvern veginn að mínu viti, þá vil ég bara sjá það. Í fyrra átti Firmino frábært tímabil, hann skoraði 13 mörk í það heila. Og að mínu viti, liðið svo þessu, með allan þennan sóknarþunga, þá vil ég bara sjá einhvern mann vera að taka 20-25 mörk klárlega úr því og svona bara natúral, sterkan strækir sem klárar færin sem hann fær. Og það sem ég að byrja með hann átti erfiðan dag á móti Leicester og hann var náttúrulega bara að mínu viti bara allt of mikið að reyna í gær, hann var hlaupandi út allt, þetta veit ég það þeir lágu með 5 menn tilbaka og jafnvel 7 má segja, langan kafli í leiknum þar sem að voru bara 3 að sækja hjá þessu Spartagliði sem náttúrulega kannski ræðum að leika eftir, en mér finnst bara það að setja Firmino upp á topp sem 9 í liðinu, það ekki ennþá farið að samfann mig og mér finnst hann ekki nógu góður klárari og nógu mikill strækar til þess að vera að spila þessa stöðu og svo ég kannski klárið það líka. Mér fannst ég leiknum í gær, þessi rótering þeirra þarna þriggja þeirra Sala var, Firmino og Mane og svo þeirra Sturridge kemur inn á. Mér fannst hún kannski svolítið sína það að þeir voru einhvern veginn enginn þeir í syngi nema þá hugsanlega Sala. Sturridge var ekki að nýta færin sín, Sala fær dauðafæri. Ég svona bara einhvern veginn hallast að því, bara strækar, þá væri það málið og þá geti Firmino verið öðru okkur kantinum að jafnvel verið að leysa Coutinho af sko. En leikmaður hann frábær, þetta er bara og ennþá gefur skemmtilega að sjá hann live. Ef það er þindarlaus leikmaður og leikmaður sem vinnur fyrir liðið, alltaf hann. En strækar, hann ekki samt með það þar. Steini ekki að tala svolítið, mér fannst svolítið á uppstillingunni hjá Klopp í gær og löngum köflum í leiknum, en annars ekki tækt að tala um eitt leikjæri. Mér fannst að vera nærð í þessu leik að vera 4-2-3-1 með Henderson og Can aðeins aftar og Coutinho svona svolítið í frjálsri hlutverki. Þannig að þeir rúlla töluvert, en ekki þarna hlutverki fyrir strækjar og þá miklu meiri strækjar típu heldur en Firmino sem að til dæmis undir lok leiksins hafa komið inn fyrir aftan Sturridge ef ég skildi þetta rétt síðustu mínútu. Ég veit ekki, ég fannst líklegast farandi inn í tímabilið þá svona sýndist mér hann vera einmitt að leita að ekki einhvern svona sem að svona heldur línunni fram, heldur einhvern sem kemur tilbaka, tekur við boltanum og myndar svæði sikkoru með við sig fyrir þessar pílur okkar tvær að hlaupa inn í. Sem hann að gera vel, þó hann hefur vissulega verið aðeins í lagði þessu mánuði, en hann að gera þetta alla jafn alveg töluvert vel. Og þetta held ég að það sem að Klopp fyrst og fremst að hugsa, af því hann ekki með out and out striker inn, af því Sturridge ekki að fá meiri byrjunarsjans í stóru leikjunum. En málið bara, Firmino í smá lægð og við sáum það bara í þessu leik í gær. Ég meina, hann fær frábæra bolta, stendur við bara vítateiginn bara fyrir innan bogann og hann lúðrar honum og bara rótar mann upp í röð 93. Það bara ekki, það eitthvað svona sjálfstraust eða eitthvað sem ekki að fungera hjá hann núna og það bara vonandi að hann komist bara í svona alvöru stuð, ef við getum kallað það núna fljótlega, því að þetta alveg eins og Maggi segir, þetta frábær leikmann, þetta besti fótboltamaðurinn í liðinu, hann með rosalega fótboltahaus og ég held að hann sé ekki ætlaður og ég held að Klopp sé ekki að fara að svona allavega ekki svona til að byrja með að leggja upp með að það sé einhver alvöru nýja þetta sem að leiði línuna í framlínunni. En hvort að hann breyti til út frá því, af því ég held að þetta sem hann lagði upp með í gær sé einmitt eins og hann vill helst spila. Hann vill hafa 2 svona með mikla hlaupagetu aftarlega á miðjunni til að halda aðeins en byrja með boltan og hann vill vera með Coutinho í frjálsu hlutverki, hann vill búa til línur og brautir fyrir pílurnar okkar að fara upp með og hann vill fá framherjan í þessu tilviki fyrir mínu til að droppa tilbaka, fá boltan af því að alveg sem Maggi sagði, það engin duglegri eða þyndarlausari heldur en Bobby Firmino.
Maggi, það sem ég alveg sammála mjög mörgu leyti að sérstaklega sko að rótar ekki aðeins meira liðinu. Sturridge búinn að spila ykkur 22% af öllum mínútum í öllum keppnum á þessu tímabili sem bara á pari við það þegar hann var meiddur vonandi, og maður býst nú við því að þetta verða töluvert meira svona á næstu vikum þegar leikjaálagið að verða mjög þétt, en bara þegar allir eru klárir, allir eru heilir, bara eins og fyrir þennan leik, og við erum alltaf að hafa í huga að þetta fyrsta skipti sem að Klopp getur stilt þeim öllum upp í byrjunarliði þessum fjórum fremstu, en hvort heldur að liðið græði meira á því að vera með svona störri greddu típu sem vinnur ekki sérstaklega aftur, eða Firmino bara, við erum að fara í mikilvægasta leikinn og þetta hann alltaf þú ert að stilla byrjunarlið bara. Sko ég get alveg, við erum held ég alveg sammála þetta, ég held að það sé rétt Steinar að segja, vísbendingin svo að Kattin sé að gera þetta, að þetta sé svo leið sem hann ætli sér svolítið að fara hjá liðinu, að vera með þetta upplegg, en það kemur mér bara ennþá svo óvart. Dortmund-liðið var ekki lagt hann, ég held að það hugsanlega geti verið áfram halda hans þrjósku með það, að það séu ekki leikmennirnir kannski á lausu sem hann vill fara til þess að setja í það að búa til þennan sender. Ég sammála því, þetta var næsti sem maður hefur séð að vera með 43, það sem að Firmino gerir náttúrulega og verður svolítið að gera. Hann svona Duracell-kanina sem að vill vera að hlaupa. Hann rosalega mikið að koma tilbaka að sækja boltann, hann rosalega mikið að leysa út á kant, og það sem ég fannst kannski oft til dæmis klikka í leiknum í gær var þegar hann var að fara út á kant, þá voru leikmennir ekki að keyra inn í svæðin, þangað til að Sturridge kom inn á, og þegar Sturridge þá var Sturridge í center, þá var hann svolítið að hlaupa uppi þess að móla frá honum, þannig að auðvitað getur það vel verið að það sé verið að ennþá að svona smíða í kringum þessa leikmenn, og mér finnst ekki endilega líklegt að við séum að fara að kaupa centerinn, en ég held það að því að svo önnur svona umræða þessu tengt sem við stundum verið að tala það sé ekki til neitt plan B, og stundum það þannig að ég myndi vilja sjá það að við hefðum það plan B, að við létum þessa menn snýta bakvörðum og bara éta þá og gleypa, því að þegar gera þeir náttúrulega hægri vinstri manni og Sala sendir svo bara boltan inn í teig þar sem alvöru center bara feed me og hann klárar, skilur. Og ég held einhvern veginn að ég fannst svona pínu vatn í munnin við að hugsa það að við værum með bara svona, þetta ekki auðvelt að tala þetta er alltaf stórnefni, við værum svona Costa, jafnvel Morata, einhverja svona sendera sem bara þrífast inn í boxinu, að vera með þessa menn vinnandi á bakvið þá, því þeir fá alltaf færi. Sturridge náttúrulega í gær áttu náttúrulega að skora, minnstakosti 2 mörk sennilega, svona Sturridge í standi í gamla daga hefði sett 2 mörk þegar hann lúðraði honum utanfótar yfir þesslana þarna, þá hugsaði maður með sér, ok, hann eitthvað að tapa því að hann hefði gert þetta með lokuð augun síðustu ár, og svo þetta hitt færið inn í Marteg þar sem hann kiksar, að Markur og einhverju svoleiðis færi hjá svona gröðum sender eins og Sturridge þá væri við á allt öðrum stað, og þetta væri bara kannski besta lausnin að Sturridge væri bara í þannig standi sem hann var fyrir 2 árum og hvað þá fyrir 3-4, þá held ég við værum að sjá meiri rotation. Ég held að rotationið minna sé bara vegna þess að Sturridge ekki alveg treyst fyrir því hlutverki að verða stærri og meiri center, sko. Og það held ég eitthvað sem bara ræðst líka af því að með öðru augan einhvern veginn þá þarf maður eitthvað að passa sig á því að ég held að uppleggið ennþá sé það vissulega ná árangri núna, en á þeim forsendum að vera að byggja upp lið til lengri tíma, sko. Þannig að ég held að við þurfum alveg að gefa þessu eitthvað svona 4-6 leiki þegar Coutinho að komast í form, þessi Sala fyrir að hlaupa með þeim öllum og þá kannski sjáum við eitthvað meira. En það sem mér finnst vera ennþá vandinu það, ég ekki alveg með sjálfstörst í það að þessi leikmenn sem við inniberum núna, það verði leikmenn sem skora 20 mörk pluss svo glatt eða svona reglulegi klárarar. Kannski erum við með kláraran í hópnum, en hann bara meiddur og hefur ekki fengið neitt séns ennþá, sem Danny Ings, hann náttúrulega fæddur í þessa stöðu ef hann væri í formi. Ekki að segja þessa steini, við erum við ekki alveg með hóp núna sem að fyrstulega erum við að skora ágætlega og fá alveg fáránlega mikið af færum. Við erum með Coutinho, hann nýkominn tilbaka, Lallana búinn að meiddur allt þetta tímabil, og Oxlade Chamberlain sem að ég myndi segja að væri þriðji maður sem getur spilað sömu stöðu á þeir, eða svona fremstur á miðju eða þá á vængjónum. Hann ekki ennþá svona kominn það mikið inn í hópinn að sé fara að treysta honum í leikjum, hann á örugglega eftir að
þjálfa hann eitthvað til núna fyrir áramót, myndi ég ætla. Erum við ekki alveg að horfa þarna fremstu fjóra, ef við tökum störri tal út úr þessu, að þetta eru allt leikmenn sem skora yfir 10 mörk og við getum alveg séð einhvern veginn fara að nálgast 20 mörkin á þessu tímabili og þannig dreifa markaskorinn þó að sé ekki þessi Kane típa sem að... Algjörlega, ég get alveg séð fyrir mér að bæði Salah og Mane fari vel á annan tug marka. Og ég er bara þannig þenkjandi, mér finnst það rosalega gaman að vera með strækir eins og voru með Suárez sem var skora alveg svo tillingur og bara markaðastur í deildinni og Kane er þannig, Lukaku er þannig. Það eru nokkrir svona framherjar sem eru svona bara rosalega skorað. Mér persónulega líður samt betur þegar markaskorun að dreifast. Ef við sjáum að það geta komið mörk frá mörgum mismunandi stöðum. Ég er ekkert að tala að Henderson eða Can eða Gini eigi að koma með hátt yfir 10 mörk. En ég er að tala þessa sókgjörfu leikmenn okkar, Coutinho, við erum að tala Mane, við erum að tala Salah, við erum að tala Firmino, við erum að tala eins og þú segir Oxlade-Chamberlain, við erum að tala Lallana. Þannig erum við búin að telja upp einhverja 7 kalla sem eru allir færir að vera eða yfir 10 mörk á season menn. Það líkast ef við skoðum steini bara tímabil þar sem að Gerrard og Torres bara síðast ef við vorum kannski Suárez, ég veit ekki þegar það dreifðist fínt á og markaskorun liðsins var líka alveg frábært þá og við vorum kannski spila fótbolta sem var svona í ættu það sem við erum að reyna núna. Dreifðist mjög mikið á milli Sturridge og Suárez. Já, en þeir Sterling og Coutinho chipuðu alveg líka mörgum og Henderson og Gerrard skoraði held ég yfir 10 mörk það tímabil. Þú veist, það dreifði helling markaskorun í því liði en það skoraði liðið það mikið af mörgum en þetta er sko þetta núna myndi ég halda að vera ekkert verra þannig sér út af því að bara ef við tökum Gerrard og Torres tímabilið þá við vorum ekkert að sjá það mikið frá Riera, kannski Kátiú en ég myndi halda að þetta væri heilstiftara svona sko og tala ekki ef við erum með 3 strækara til upp á laupa þegar leikjálaði byrjar. Já, bara og þetta bara valda mótherjunum og vandræði bara hvar eiga þeir að leggja áherslu á, hvað eiga þeir að leggja áherslu á að stoppa. Að leiður komið með svona marga optiona sem að þú þarft að taka tillit til, að það hlýtur að vera erfiðar að verjast slíkum liðum. En stóra máli bara, eins og við komum inn á hérna áðan, er að menn verða á þessu kaliberi að taka þessi færi, taka þessi alvöru færi sem að myndast í leik. Alveg svo Maggi sagði hann, Sturridge á venjulegum degi og ég ætla ekki að útiloka það að Sturridge geti aftur orðið á einhverjum venjulegum degi. Hann er ennþá bara stútfullur að tala þessi strákur. Á venjulegum degi... Hann er ekkert að fá það mikið að Svensurstein heldur. Þetta er, eins og ég segi, 22 en sko... Það var ekki eftirleikaleikur inn í því, sko. Já, sénsinn sem hann fékk í gær, að alla jafna hefði hann tekið allavega 1 ef ekki 2 af þessum færum og lúðraði þessum boltum inn. Sama með Firmino. Ég trúi því ekki að við eigum eftir að sjá Firmino fá svona færi eins og var að fá í svona leik og skila engu marki. Þannig að sko, á meðan við erum að búa til þessi færi, það fann að hljóma eins og Man United stuðningsmaður því að sko, þeir fengu alveg fullt af færum í fyrra og gekk bara illa fyrir markið og það er aðal breytingin hjá þeim núna að þeir eru bara conversion ratioið hjá þeim núna er orðið bara virkilega gott og ég ætla bara að nota þetta tækifæri og formulega óska þeim til hamingju með Englandsmeistaratitilinn og mér sýnist meistaratitilinn líka. Sýnist allt þetta verður bara nánast búið en svona án alls djóks að þá sýnir þetta bara hvað það skiptir miklu máli að taka þessa sénsa. Það er erfiðara að brjóta varnir niður, búa til þessi færi heldur en að slúta þeim. En hvernig við förum að því að gera alltaf erfiða hlutin en klikka á auðveldu hlutunum, að það er svolítið svona
Síðustu 2 leikir hafa náttúrulega verið bara með ólíkindum hvað þetta var. Það nógu færi með báðum til að vinna bara nokkra leiki. Sko. Alveg, já, bara risastóra sigrar, sko. Maggi, færa nýtingin þessu liði ekkert búin að vera, hún var ekkert frábær alltaf í fyrra heldur, en þetta var samt, þetta óvenjulegt, jafnvel á mælikvarða þessa liði, sko. Gærdagurinn var alltaf hræðilegur, sko. Algerlega hræðilegur, sko. Það bara þannig. En ég meina, ef ég var að skoða þetta með að voru að tala, ég var að skoða markaskorann í fyrra því við vorum með lið og eldi líka þar, sko. Að þá erum við að tala það. Við verðum með það, þetta er svo góður. Magnús, ætlar þú ekkert að hætta þessu? Hvað? Hvað sagði ég núna? Þú ert skólastjóri. Allavega, þú verður tekin á teppi á fræðslunum núna fljótlega. Mestalega einu í kvöld, en sko þá erum við með þessar markaskorur okkar í fyrra og það erum við að tala allar keppnir, Firmino 13, Mane 14, Coutinho 14 og Sturridge 8. Þetta voru markahæstu leikmenn liðsins í fyrra sem manni fannst skora endalaust, það var nú ekki meiri en það, sko. Og ég held að það að vera hæstu markin í deild held ég 11 eða 12. Og það sem endalaust voru nú þín orð, skal ég alveg segja strax. Já, kannski. En svo Steini segir, sko, akkurat þessi tölfræði sem við erum að tala áðan, að Sturridge sem búin að spila 22% leikjana hjá þessu liðinu okkar í deildinni, þessar 6 leiki. Nei, alla leiki. Ok, alla leiki, en hann er allavega ekki búin að vera með miklu hærra hlutfall í deildinni. Hann er samt sá leikmaður í liðinu sem hefur átt næst flest skot. Hann er búin að eiga 10 skot á marki sem er meira heldur en Sala, heldur en Coutinho, bara 2 leiki, Mane og þessi strákar. Það auðvitað svolítið líka segir það sem að Sturridge hann er líklegastur til þess að vera senterinn í þessu liði. Hann er búin að skota fleiri skotum á marki heldur en Firmino. Firmino er búin að eiga 8 skot á markið í deildinni, í 6 leikjum, sem er náttúrulega það er ekki striker típan einhvern veginn og þannig að það er kannski akkurat það sem að mér finnst vera svolítið einmitt í þessu og talandi conversion rate og hjá United er það náttúrulega akkurat það, núna er þið konum með þarna leikmann sem að klára fullt af færum sem við kannski regnum ekkert endilega með, að það er auðvitað það sem að þarf að maður þarf einhvern veginn að fá sjálfstraust fyrir sem ég er ekki alveg komin með ennþá að ég er ekki með sjálfstraust fyrir því að leikurinn ekki ég veit ekki hvernig tölfræðin endaði þegar voru þarna einhverja 20 mínútur eftir að það tölur það liður bara komið með einhvern nær 30 skot þá og þar að við erum að tala um 6 til 8 dauðafæri sem Liverpool fékk í þessum leik sem við nýttum ekki að ég er ekki ennþá komin einhvern veginn á þann staðinn að maður geti hugsað með sér eins og við erum allir að vona að þetta er bara spurning tíma. Mér finnst þeim með tölfræðin frá því í fyrra, þar sem þessi leikmenn voru að skora, 10 til 12, 14 mörk og það stefnir einhvern veginn aftur í annað svona ár, þar sem við erum að fá fullt af boltanum, við erum að komast í einhver færi, komast í skotfæri sem við svo ekki nýtum okkur. Og það er auðvitað það sem að tímabilið mun standa og falla með. Við erum búin að ræða varnarleikinn og við vita allir að það hefur kannski verið hausverkurinn. Í gær var ekki varnarleikurinn vandamál þó þetta mark sem við fengið á okkur hafi verið enn eitt aulamarkið sem við sköpuðum algjörlega sjálfur. Þá er það sem að mér hefur fundist vera og ég svo sem vil að segja það á Twitter að mér finnst leikirnir okkar í vetur bæði að hafa upplifast á linum varnarleik og því að vera ekki að nýta færin og hversu lengi, ef við horfum á það að þetta er kannski áframhald á conversion rate frá því í fyrra, eitthvað aðeins verra heldur en var í fyrra en við vorum samt með mjög lágt conversion rate í fyrra. Hversu lengi getum við hugsað með okkur, já þetta kemur. Það er kannski sápunktur sem maður er pínu stressara núna eftir þessa leiki sem eru búinir. Á maður að vera einmitt að hugsa, já, þetta er bara spurning tíma hvernig þetta eftir inn. Ég er ekki alveg komið okkar, en við langar að vera það. Ég vil samt bara gagnvart þessar leikmenn sem að skoruðu svona í fyrra. Við þurfum náttúrulega að taka það samt inn í myndina að líklega okkar mesti skorari sem er Mane, að hann misti ansi hressilega mikið úr á þessu síðasta tímabili, þannig að það var ekki eins og hann var að spila heilt sísón og síðan tel ég að með komu Sala þá erum við búin að bæta öðrum vinkli þar inn sem er ansi stór. En já, þetta er alltaf spurning. Maggi, við tókum það saman þetta og kannski ferðið yfir það. Hvernig kemur Liverpool út í samanburði bara var þetta til með skot á mark, hversu stór færi þetta eru og það mörk, bara hvernig kemur þetta út þessi samanburði við hinliðin, svo City sem er búin að skapa endalaust að færa líka og Tottenham jafnvel?
Við erum náttúrulega, erum með flest skot í deildinni og við erum með flest skot á markið, shots on target, en svo þegar það fer að koma að því að fara í mörkin þá auðvitað komumst við töluvert eftir þeim og svo erum við frekar ofarlega erum í 7. sæti yfir stóru sjensana sem menn hafa mist af og þegar við förum að skoða það sem við erum kannski að skera okkur pínlegt úr það að við höfum verið að eiga mjög mikið á okkar færum utan Texans. Það eru 2 leikir sem skerast úr þar annars vegar Arsenal og Watford leikurinn þar sem við vorum miklu meira að komast inn í teig en í hinum leikjunum þá hefur við annarkvæmst verið meira að skjóta utan Tex eða bara nokkurn veginn það sama Crystal Palace, Burnley, Leicester og City og þar erum við svolítið að En Maggi, við verðum að taka kannski tölurnar líka, það í öllum tilvikum þetta pluss 13 skot eða meira innan Tex nema náttúrulega mútið City sem var bara eina tökum út úr þar í öfnum Já, ég sammála því, en við erum það sem að gera okkur úr varðandi þessi topplið náttúrulega þessi conversion rate og það það sem að auðvitað hausverkur liðsins hingað til það að við erum að skjóta oftar á markið heldur en City, það eru fleiri skot að fara fram hjá okkur heldur en City, munar aðeins og það, en þeir eru að skora nærði helmingi fleiri mörk en við. Og þar held ég að sé bara engin heppni. Það er bara betri senterar sem eru, betri framherjar sem eru núna, þeir eru betri í því að skora mörk, framherjar þeirra City heldur en Liverpool. Og það er auðvitað bara það sem að þetta einhvern veginn snýst svolítið sóknarlega, það það að nýta þessa sjensa sem við erum að fá og einhvern veginn að komast inn í opnari færi. Í gær var það ekki vandamálið að koma inn í opnari færi og maður kann ekki alveg þessa hvernig big chances eru reiknaðir, en ég myndi halda það í fyrra í gær hafi verið að fá metna 6-8 big chances. Já, en þú ert að skoða deildina, ekki meistaradeildina. Já, ég að skoða deildina og hún auðvitað öðruvísi og það auðvitað þannig að það sem kom mér óvart til að skoða þessu tölfræði var einmitt þessi tölfræði það að við erum ekki þarna kannski efstir í þessum stóru mögulegu, stóru sjensum sem við mist, en ég bara kannski erfitt ég er samanlega, þetta er svolítið erfitt að átta sig og maður tekur þessu með fyrirværi, það annað í þessu sem kannski svolítið á móti, Tottenham, þeir eru búin að eiga jafnmörg skot á Liverpool samkvæmt þessari talningu og eru svipað mörg á markið, kannski aðeins, eru með 10 skotum færra á markið, þeir eru búin að skora minna en við 2 mörgum minni deildin og þeir eru samt með alveg sjóðandi heita strækja, þetta skorar ekki Ágúst, það kannski móti, en þetta kemur svolítið út nálægt hvort öðru, hvort þú ert með frábæra strækjar eða dreifur eins og við erum að gera. Samkvæmt þessu 6 leikja úrtaki, tölu verið fyrirvara. Það var kannski gaman að fylgjast með þessu betur. Algjörlega saman, þetta var bara gaman að þegar maður fór að maður kannski komið einmitt inn á þessa tölfræði þræði sem einmitt verður gaman aðeins að fylgjast með, því að ég trú alveg á það að það liggi með margt í tölfræðinni og það sem að tölfræðin segir okkur núna það að Liverpool að komast í fullt af skotfærum og að komast í fullt af færum en ekki að skora nú. Sóknarlega og svo náttúrulega vitum við allir að við fáum allt of mikið af linnum mörkum á okkur. En það náttúrulega bara það alveg sér, Elín alveg bara sér með það. En nú erum við búin að horfa á Mane búin að vera búin að taka út bannið sitt 3 leiki. Hvað hann komið með mörg í deildinni? Hann ekki með ykkur 3 eða 4. Sama með Sala, þannig að ég hef í sjálfu sér ekki rosalega miklar áhyggjur af markaskorunni hjá okkur. Þegar það kemur að deildinni sérstaklega þá verðum við að fara að geta tekið ykkur svona eins og við gerðum reyndar á móti Crystal Palace. Við verðum að geta fara að taka ykkur svona 1-0 sigra, 2-0 sigra. Verandi ekki að fá á okkur 1-2 og uppi 3 mörk í hverjum einasta leik og ég bara þarf ég að hengja mínar svona aðalvonir að því að eins og við komum á í byrjun, við erum ekki alveg á sömu línu með það, ég hef einhvern veginn ekki áhyggjur af sóknarleiknum hjá okkur, það eru það mikil gæði í þessum gæjum þó svo að það sé engin Aguero gæði í neinum að framherjum eða svona fremstu hjá okkur að þá vill ég bara trúa því og bara hef bara töluverða trú á því að það séu það mikil gæði að menn eigi eftir að fá
aðeins meira sjálfstraust þannig að þessir boltar fara að dúndrast í netið en ekki í lúkurnar á næsta markvarði. En látum þetta duga þessi bilu sóknarleikinn og kannski snúum okkur að þessum 3 leikjum betur, Steini. Deildabikarinn á móti Leicester, þetta var, eins og komst inn á áðan, þetta var fínn leikur í fyrri hálfleik, hann var afleitur í seinni hálfleik, mér fannst þess að geta að horfa svolítið mikið í það, við tókum Coutinho út af og settum svo sem Prince of Wales inn og þetta var afleitt. Hvernig horfði þessar leikur við þér sérstaklega, mér fannst langskota keppni Liverpool í þeim leik alveg með ólíkindum, sérstaklega leið á leikinn, það var svona desperation og þetta mikið áfall fyrir að detta út úr leik? Þetta lægst skrifaða keppnin. Við erum nokkuð svona búin að fara yfir þetta og ég held að allir Liverpool aðdáendur á Íslandi og víða vita þitt álit Einar á þessari keppni. Þú helst þetta út úr hana áður en við förum í hana, sko. En þetta lægst skrifaða keppnin, en ég held að menn séu aðeins að sjá núna þegar við erum dottnir út úr henni að þessir ungu strákar, hvar eiga þeir núna að fá svona alvöru fótboltaleik? Við erum ekki að rúlla upp meistaradeildarriðlunum eins og við vorum vonast eftir. Þá væri hægt að gefa þeim fleiri mínútur þar, en það að detta svona snemma út úr þessari keppni þýðir bara það að þeir eru að fara að fá færri mínútur gagnvart seasoninu svona í heild sinni, að þá hefur þessi svona útsláttur ekki mikil áhrif, en fyrst og fremst á þessa ungu leikmenn, og það bara svo hrikalega pirrandi að horfa upp á liðið, spila jafnvel og það spilaði fyrri hálfleik og maður var eiginlega bara að spila hversu stór verður sigur. Það hvarflaði ekki að manni í hálfleik að við værum ekki að fara að klára þennan leik. Nei, ég sammála því og þegar maður er að horfa á hana höfðisleik þá vill maður alltaf Liverpool vinni en ég skal viðurkenna það, ég var fljótar jafnum á þessum úrslitum heldur en oft áður en Maggi Leicester á útivelli, þetta er ekkert létt verkefni, við sáum þannig heldur betur svo helgina líka, en varstu sáttur við þetta upplegg sem Klopp fór með, hann gaf þessum ungu strákum allavega séns og í blandiði náttúrulega svona leikmenn kannski helst þá sem þurftu leikrænsli, en við vorum líka að spila ég maður rétt Henderson og Wijnaldum og svona. Já, ég var það alveg. Hann var meira sem sterkara lið en ég reiknaði með. Ég reiknaði ekki með því að sjá þetta marga inn á þetta, kannski reiknaði með að Coutinho fengi einhverja mínútur, en mér fannst uppleggið á liðinu sjálfur sér bara fínt. Það er náttúrulega, við ég veit ekki hvað við ætlum að eyða mörgum mínútum í hafsendaparið sem að mér fannst allt of lind og sérstaklega Ragnar Klavan gat ekki var ekki hefurðu frekar vilja Matip og Lovren í þennan leik? Nei, það var akkurat það sem ég ætlaði að fara að segja, en bara í þessari keppni þá átti að með þess að loði þessi keppni auðvitað það sem Steini segir, og við fengum náttúrulega fullt af leikjum í fyrra, Burton og Darby og einhverja fleiri þarna sem við fengum að sjá Grujic og þessar strákar sem væri gaman að hafa í liðinu. Ég var ekki eins sannfærður á þið í hálfleik, mér fannst fyrri hálfleikurinn flottur og mörgu leyti, en ég var svo sem búinn að spá því að við myndum vera í ákveðnum vandræðum á þessum velli í þessum leik með mikið af leikmönnum minna sem var ekkit vanir því. Það sem impressaði mig mest í fyrri hálfleik var auðvitað Andy Robertson, sem mér fannst hann geggjaður þarna og við hefum þurft að nýta eitthvað af krossunum hans. Mér fannst við vera linir í návíum og þessum hlutum í fyrri hálfleik og Leicester fór inn í hálfleik og örugglega alveg tiltölulega sáttur við það hvernig leikurinn var að spilast, því að munurinn auðvitað, aftur frá það, munurinn á þessum leikjum og svo deildarleikjunum var það að þeir skoruðu aftur 2 mörk á móti okkur og við ræðum kannski hann á eftir, en við skoruðum þá 3 og það var einhvern veginn, það var það sem mér fannst vera erfitt, og aftur kannski partur af þessu, sem ég var að segja áðan, mér fannst ekki líklegt að svo langi væri að fara að skora og þegar Coutinho fór út af í hálfleik þá svona sem við ok, það verður erfitt að finna mark núna, en sem svo kom ekki. Hins vegar fannst mér náttúrulega mjög gaman að sjá markmanninn okkar. Ég veit ekki hvað við tala mikið um hann, því að hann svo sem ekki mikið að gera, en ég alltaf einhvern veginn að hallast mér því að næsta skrefist, ef við ætlum ekki að nota Danny Ward, það að lána hann í úrvalsdeildina og leyfa honum að spila mínútur í leikjum, því að mér fannst hann mjög flottur og var að gera hluti sem að mér fannst skemmtilegir allan tíman. Og svo
alls ekkert neitt í þeim og ég segi nákvæmlega eins og Steini með hérna þessa keppni, þú veist, það verður, þú veist, unga mennið, ég meina, hvað Ben Woodburn að fara að fá mínútur, strákur sem var náttúrulega þannig sér sprækur þarna, þó mér hefði fundist hann náttúrulega, þú veist, kannski, þú veist, hann var ekki að fara, hann hafði ekki að fylla skarðan Coutinho, það var ekki þannig, en var alveg sprækur. Hvar eru einmitt Robertson sem að virðist ekki fá mínútu í öðrum leikjum, hvar ætlar að spila honum inn í liðið. Þannig að það alveg svona, Flanagan náttúrulega vantar ekki að fara að spila aftur og það er kannski rólegt. Oxlade-Chamberlain sem var náttúrulega lambasteraði fyrir þennan leik sem náttúrulega ógeðslega ósengjant eftir að vera búin að vera í Liverpool í borg í 10 daga. Danny Ings kom inn á, þú veist. Þannig að það er það sem við söknum en auðvitað er þetta ekki keppnin sem við viljum fyrst vinna en ef við vinnum engan annan bikar þá viljum við vinna þennan, klárt. Já, ég ætla að láta þetta gott heita, ég held að álit mitt sé alveg komið nógu oft fram eins og Steini segir, en Steini hinleikurinn, mögulega þráðurinn óvinni stuttur í okkur núna stuðningsmenn Liverpool og eftir þennan pirrandi mánuð, þá held ég sem þá að Leicester-leikurinn hafi verið eitthvað sá mest pirrandi sigurleikur sem ég man eftir. Og þá er ég meira að tala meila dómaran heldur en sko hversu erfiðlega gekk að kála þessum leik. Þú ert hérna dómari Íslands ásamt Magga, hvernig hérna var að hilsa eftir þessa framistuði hjá bæði Liverpool og dómaranum? Við skulum aðeins róa okkur samt svona í hérna nafngiftunum. Við erum hvorugir að dæma neitt rosalega háu leveli við Magnús. Ég var svo klar að hérna þetta, ég stækkaði 3 centimetra, er það þetta? Það er líka bara skandalfyrir en þessi ég gerði, sko. Það er þetta hálfrétt, sammála því. Já, sammála því. En við þykjumst að hafa vita á þessu öllu og meira flestir en það er náttúrulega, í mínum huga þá breytist sá leikur við hérna þessa stórskrýtnu ákvörðun að dæma ekki brot á minni og leið þarna í markinu alveg undir blá lok fyrri hálfleiks. Það bara, það færir leikinn bara hrikalega mikið úr stað. Í mínum huga, það er þarna aukaspyrna sem átti aldrei að koma og síðan hérna er alveg klárt ef að þetta er ekki brot á markmann inn í marktega þá veit ég ekki hvernig þau líti út. Þannig að þetta nokkrum sekúndum fyrir lok fyrri hálfleiks, þetta var alveg bara hrikalega stórt. Það er líka eiginlega, að við komum aðeins trufluðið Steini, það er líka bara að maður er hérna, það er eiginlega ekki stór atkvæði sem var mest pirraður yfir, heldur bara leikurinn í heild. Já, það var bara, þetta var bara vond frammistaða hjá kollega okkar Magga í þessum leik, það er ekkert, og þetta var alveg óbúslega sætt að klára þetta í restina og hann var ekkert bara að gera frekar dabra hluti á kostnað Liverpool. Ég meina, Emre Can á að fá víti á sig þarna en það átti náttúrulega aldrei að vera komið að því. Finnst þér þetta víti? Hann er 2 metra frá honum og hendina svona nánast upp að líka með. Já, hann er það langt úti með hendina, þetta var alltaf víti, sko. Sammála því. Alltaf víti, í mínum huga. Það er bara nelt. Já. Á móti fannst mér þetta ekki endilega víti sem við fengum á okkur, sko. Nei, það er kannski stóra atriði í þessu. Sko, ég var eiginlega sama um það nánast, ef það er hægt að tala að vera sama um það. Ég var svo pirraður út í minjulega að hafa ekki hitt helvítis bolta þar, að ég var alveg fróðufellandi. Það var eins gott að varði þetta, því að þetta er svo einfalt, þú átt bara setja löppin á þér í boltan og málið er dautt, hann er bara farin í burtu, en hann hitt ekki boltan. Þannig að hann átti eiginlega bara skilið að fá á sig víti fyrir það. En að fara með hendunar í þetta, var þetta ekki bara svona easy bolti að taka með og grípa það? Jú, ég held að það ekki alveg sammála því en það sem ég fannst að vera það Vorti, mér fannst þetta ekki verið víti vegna þess að Vorti var ekkert síður langt frá því að vera að ná boltanum, sko. Það var það sem ég fannst kannski verið í þessu og minna, það var alveg hægt að þeim að víti og Fyrsta sýning þetta lítur hrikal út, það er hrikalega klaufal út, það er ekki að neita því. Sammála því og þannig að ég segi svo sem Steini að hann hérna tók alveg skammina að hattinum að það og mér fannst það reyndar fínn í leiknum. En sko, jú, auðvitað átti hann að fara með fæturinn og þetta átti ekki að kiksa, það er alltaf bara ekkert flókið. En mér fannst ástæðan fyrir því mér fannst það kannski ekki verið víti var svo að Vorti var ekki endilega líklegur til þess að gera margt og ætti mikið séns á einhverju þarna í þessari stöðu. Ég veit ekki hvort þið hafið tekið eftir þessu sammála. Það sem við vorum mest pirraðir yfir hérna heima með mér, það var, mér fannst það brot í aðdragandanum þegar Sala út á kanti, það er ýttið honum enn einu sinni í leiknum, hann missir alveg
taktin og jafnvægið á boltanum og þannig finnst mér koma sér sókna. Ég var ennþá pirraður á því þegar helvítis víti á sig óvunna dæmt, sko. Ég var líka alveg 100% að það myndi skora. Já. En ég sammálaði svona heilt yfir, þetta var ógeðslega pirrandi leikur. Þetta var einhvern veginn, maður satt þarna í sófanum, sko, og ég var bara, þú veist, betur var ég einn heima, því ég einhvern veginn held að fjölskyldan hefði ekki upplifað gleði sigurs þennan dag, ég var alveg, og þegar þegar við fáum ákveður þetta mark nr. 2, þú veist, hvað voru, 3 mínútur að 4 mínútur, þá því maður ok, nú er nú búið að put this game to bed einhvern veginn, 3-1 og anskotan þarf ekki að gera það, kemur línur varnarleikur og bara frákast sem að við erum langt frá manninum okkar og bara strax orðið leikur og búið að kveiki í vellinum, við erum náttúrulega bara, þú veist, bara að gera okkur svo erfitt allt lífið fyrir það halva væri sko meira en hellingur sko og dómarinn átti sinn þátti því og ég er þetta búin að segja það oft í þessum þáttum að sérstaklega fyrir ykkur að ég fæ nú stundum bátt fyrir það hvernig ég dæmi dómara í þessum lýsingum mínum á fótbolta.net, mér finnst íslenski dómarar bara standa sig heilt yfir miklu betur en enskir og þetta mark skildi standa og ég var alveg að passa mig á því að snúast ekki mikið á Twitter-reikningnum okkar og kommentunum þar sem að menn fóru að hlusta á fíblegangar í Lineker tala það að bara fá sér hotn og Minni og Lei átti ekki að fara út í þennan bolta, einhver reyna að búa til einhverja fréttum sko Minni og Lei sko klúður út í tegin, hann er bara beilinnis haldis, það er bara ekkert flókið, gaurin bara grípur í hann þegar hann er að fara af stað og fyrir utan það, ég er ennþá að velta því fyrir mér og Steini svo sem getur rifjað upp með mér þegar það komið langt síðan ég fór á námskeiði, það er dæmd aukaspilna sem alltaf aldrei er aukaspilna, kemur gullspjald, 2 mínútur gefnar uppbót, aukaspilnin er tekin í 47-46, slegið í hotn og þá hélt ég að þar með væri búið að flauta leikinn af, en dómarinn velur það að taka hotnið og þeir skora þarna þeir eru tæpa 4 mínútur konar uppbót sko, þannig að mér fannst óskaplega margt þarna, ógeðslega lélegt í því. Þetta atriði Maggi var eitt og sér pirrandi, en guð minn almáttur þegar þú sér svo næsta leik og eftir þegar það flautað af 8 mínútna uppbótartíma sem var bæði og lítið. Við tökum það kannski betur eftir, en þú veist, ef maður hugsar út eftir það, hversu óðbóðslega pirrandi getur þetta og það er ekki margt sem er að falla með okkur fyrst mér þessa myndinu. Það er allavega meira búin að vera svona stóru atriði á móti svona í byrjun tímabils, það fer vonandi að breytast, en það er eins og segir með Minni atriði, það var í þessu útkasti, það er ekkert að saka hann að hafa gert vitleys með að fyrst er hann alltaf að fara út í hennar bolta og hefði líklega haft hann, en það er ekkert að tala um þetta atvik eftir að maður sér honum er augljóslega haldið. Ja, þetta er svo mikil röð af atvikum sem að falla okkur í móti í kringum þetta mark sem að, eins og við segjum, átti aldrei nokkuð tímann að standa og ég auðvitað er alltaf hægt að tala um að menn sé að væla út af dómum þessum og hinnum. Málið bara að þetta er rosalega krúsíal tími líka. Það er alveg gjörólíkt að fara með skottið á milli lappaninn í hálfleik 2-0 undir og eiga ekki breyk í leiknum eða allt bara bussing, bara völlurinn komin bara upp og þú er komin með mark bara nokkru sekúndur áður en við lappið inn í klefa. Þannig að það var bara svo margt við þetta sem var svo slæmt og eins og ég segi, ég vil svona út af því sem maður er að gera á sumrin svona helst lítið vera gagnrýna dómara og þeir eiga bara sína daga og maður veit alveg sjálfur að maður tekur stundum ákvörðun, þótt að ég hef aldrei tekið ranga ákvörðun sem dómari, að þeir taka stundum rangar ákvörðun og eiga stundum bara dabra leiki. En þess þá heldur verður að vera hægt að kritisera líka og ræða þau atriði og þarna átti bara þessi kollegi okkar bara mjög dabran dag og sérstaklega í kringum þetta fyrra mark hjá Leicester. Maggi, við erum búin að vera svo helvíti neikvæðar út af þessum Leicester-leik sem var vissulega sigur útivöll og alveg óbóðslega mikilvægur sigur. Endum þetta á þessu jákvæðanótum. Við erum ekki að tala um þetta sem endur komu Coutinho og var ekki Henderson að stimpla sig nokkuð vel inn sem fyrirliði liðsins í og raunir síðasta. Ég er náttúrulega, það sem pirrar mig mjög í umræðu er það, þegar menn fara að tala um einhverja leiðtoga sem einhverja fyrirliða, Ég meina þeir sem horfðu á Liverpool spila, þegar Gerrard og Carragher voru að spila,
þá vitum við það allir sem hefur verið á vellinum að Gerrard var ekkert einhver maður sem var að hamast í leikmunum með einhverjum stórum hlutum. Við heyrðum Gilti Carragher í gegnum 50.000 manna velli, þannig að hann var á öskrunum. Fyrirliði bara sá sem að verja leikmennina sína og fara inn í því og það alveg klárt mál og hreint í hausnum á mér að Henderson hefur bara gert það, ég kom inn á þetta líka síðast, að hann komin á fulla ferði í það að verja liðið sitt og búa til. Hann kannski annar eins og fyrir mín og þú veist, menn sem að dekkið að drull yfir hann. Jordan Henderson ekki defensive midfielder, þannig í leikjum sem við erum að vesennast í því að þurfa mikið að verjast og þurfa að standa í miklum slag og djöflast í því öllu, þá Henderson ekki maðurinn í það. Í þessum Leicester-leik, þar sem við vorum til ofarlega á vellinum og fengum að láta, hann var að fá boltann til þess að skipuleggja snögga sóknarleik, þá hann bara góður fótboltamaður og mér finnst hann líka góður bara í leikjum þar og undan fyrir utan kannski að sittileika sem allt liður hundi. Finnst þér ekki Maggi með sérstaklega Coutinho inn og finnst þér ekki hlutverkið hafa breyst í síðustu tveimur-leikjum og Henderson? Jú, það alveg klart, akkurat það sem ég ætla að fara að koma inn á, að Henderson í liði sem að láta boltan ganga, þá hann mjög góður leikmaður. Hann með stuttasendingu, hann með langasendingu, hann flottur í fyrstu snertingunni, hann á góðum stað í því öllu. Ef við lendum í því að þurfum ekki að verjast og hann þarf að fara að verja hafsendana eða þarf að fara að hlaupa mikið út af kanta til þess að sópa þar undir og sína miklu varnarhlutverki, þá hann ekki góður. Þannig að mér finnst akkurat það að hann sé komin inn í þetta lið sem að við vorum vissilega móti Leicester í deildarleiknum með það að losa að losna svæðið þegar Coutinho kemur hann á miðjuna. Það verður alveg geggjað gaman að sjá hvort að, þú veist, Lallana heilt hvort að einhvern tímann hann myndi þora að stilla þessum þremur framlínumönnum og svo bara Coutinho, Lallana og Henderson fyrir aftan þá erum við bara með, þú veist, bara heimsmeistaraliði í reitabolta held ég og láta boltan ganga, þá væri það alveg gaman. Þannig að ekki spurning að Henderson var góður og auðvitað verður við að vera glaðir með það, þú veist, ég ekki búinn að fyrirgefa Coutinho ennþá vitlaus í alls konar hlutum og hafa neitað að spila fyrir lið og allt það, en auðvitað náttúrulega bara frábært að sjá hvernig hann kemur inn í þetta. Hann bara líka aftur í gær, þú veist, markið sem hann skorar í gær náttúrulega, þú veist, bara heimsklassi fyrst mér. Þannig að Coutinho inn í þetta lið náttúrulega bara frábært og bara af því að með áframhaldandi svona leikjum að þá munum við alveg fyrirgefa Coutinho það sem var að gera, sko. Það er bara ekki spurning. Ég einu með Henderson, sko, ég alveg sammálaður Maggi og ykkur varðandi fyrirliðadæmi og leit og að þegar við í sófanum heima ætlum að fara að dæmi það hver mesti líderinn og annað úr stofunni. Þetta svo, ég margoft sagt að þetta svo margt sem að spila inn í hver fyrirliðis og hver ekki. Og ég meina hann orðinn fyrirliði Englands líka, en það sem að ég krítisera helst hjá Henderson þegar hann ekki að snúa andlitinu og líkamanum fram á völlum. Hann dettur stundum inn í þennan pakka að vera einhvern veginn að snúa baki í leik og að dúlla sér of mikið með boltan, að gefa tilgangslausar sendingar aðeins tilbaka, aðeins til hliðar. Gerist ekki meira steini þegar eru þrír hérna félagarnir, Wijnaldum, Can og Henderson saman á miðjunni, þú veist, þetta opnar svolítið mikið. Það getur vel verið, sko, ég hef ekki greint en Henderson snúandi fram á völlinn eins og Maggi sagði það, bara góður fótbolta. Hann er með mikið reyns í sendingum. Hann góður í löngum sendingum. Hann fínn í fyrirgjöfum og fínn að láta spilið tikka. En leið og hann byrjar mikið hlaupageta og mikið og hann vill þetta. Hann vill, það vinnur svona mentality í honum. En máli bara þegar hann byrjar á þessu og við sáum að var það ekki þegar við fórum á Swansea-leikinn allir saman núna síðast þegar það var þar í fyrri hálfleik og núna ég man ekki hvaða leiku það var, hvort það var seinni hálfleikurinn. Fórum ekki allir saman á Swansea, sko, en Þessi skiptir máli. Mér fannst við vera allir, sko. En þar hann að spila boltanum svo mikið til hliðar, svo mikið tilbaka og hann snýr bara baki leiki.
og mér finnst það gerast of oft hjá snúandi fram á völlin að þá Henderson verulega góður fótboltamaður. Herðu, höldum áfram, Maggi, Spartak-leikurinn. Ég verða eiginlega að byrja á hérna, sástu blaðamannafundin fyrir leik. Þetta næst besti blaðamannafundur sögunar á eftir því að Joe Kinnear tók við Wimbledon, sko, en ég held að þetta sé næst best. Þetta var mjög sérstakt. Hann rökk við kallinn maður. Maður sá það alveg að hann hefur skap sig, sko. Nei, ég meina, þetta er hérna fulltrúis, þetta er yfirmaður íþrótta hjá Sky sem spyr hvort hann elski hvernig leikmennu Liverpool eins og Pochettino elskar að Harry Kane á Tottenham. Þetta var ekki rosalega að djóka, sko. Já, alveg hárrétt, en sko, ég hugsaði með eftir að, þú veist, var hann þarna einhvern veginn að leita hann einhvern marker eða út okkur að labba hann út, hann hefur alveg setið uppi með spurningar sem að hafa, sko, hann kláraði fundin alveg. Já, en sem hann bara var vestir í þetta, sko, ætla að fara verða hundfúll og pirraður, sko, að það var svona ólíkt honum að verða þetta reiður. Ég held að hann bara issa líka á þessari við. Og Boddi, hann var í svo mikil í fílu og hann langaði til þess að, hann var eitthvað svona Gatorade brúsi sem maður sá, sko, og hann var alveg bara, þú veist, ég langaði að henda einhver í hann, sko, hann var einhvern veginn þannig, var að röflaði þarna við túlkinn og alveg bara, þú veist, lítið ganga, bara, þú veist, það var mjög skondið. Túlkurinn alltaf fyrir það fyrsta hefur aldrei farið á fótboltaleik, vissi ekkert fótbolta, ég efast um að kunni rússneskur og þetta var svona lág við þetta suður-afríska hetjan hann hefur að þýða ekkert tíma. Ákvæmlega, þetta var mjög skondið, þetta var mjög skondið. Ég held að Klopp hafi bara verið að bíða eftir að það kæmi ykkur og sagði bara I joke, þetta var bara svona falið myndavél. Já, það gæti alveg verið. Það var ekkert bara Klopp heldur, þeir voru allir skásirarnir úr Liverpool fréttamönnum, þeir voru alveg jafn hissa, sko, og það ekki annað hægt er brotið upp þessa hundleðilegu blaðamannahund að maður hefur bara gaman að því, sko, þetta er langt skemmtilega svona, sko. Herðu, en hérna maður ekki við Liverpool, sko, gengi í meistaradeildinni undanfarið, náttúrulega ekki verið mjög mikið í meistaradeildinni, en það er ekkert að, sko, tölfræðilega er ekkert að segja annað, þetta heldur bara áfram, þetta stigasöfnunin í meistaradeildinni bæði núna og undanfarið hræðileg, en hvernig horfur, við erum ekkert þannig að hafa stressar yfir þessu riðli, ég meina, allt í allt, eftir allt þetta í þessum leik, þá þetta jafntefli í Rússlandi sem er svona vanalega ekkert afleitt úrslit, sko. Ef við komumst ekki áfram úr þessu riðli, þá eigum við bara ekki skilið að fara áfram úr þessu riðli. Þú veist, minna, þetta rússneska lið gerði jafntefli við Maribor, ég var að skoða tölfræði Sevilla Maribor, þú veist, það var eitthvað, þú veist, svipaði okkur í gær og Sevilla algjörlega með leikinn í báðum örmunum, minna Maribor rétt slapp fram í FH, þannig að við auðvitað náttúrulega bara við hljótum að fara upp úr þessum riðli. Ég meina, við reyndar að vantaði náttúrulega Promes í hérna þetta Spartak-lið sem er náttúrulega svo sem leikmaður sem getur breytt leikjum, en þú veist, þeir voru kallað greiinn, konum með krampa og þeir voru tognaðir og þetta var allt í steik og engir leikmenn þarna í þessu liði sem að eitthvað gátu að þessi markmenn báðir kom að neina eitthvað, ég held að hann ætlaði nú bara ekki að spila þennan leik, þessi varamarkmaður sem var að teipa á sér lappirnar þarna, einhverja 7-8 mínútur meðan að verða að keyra hinn út, sko, og svo kemur hann bara inn á og ver þarna eins og kvikindi og maður tók þetta markmannunum, en það er þetta slagtlið, við eigum alveg séns og klárlega að taka stig út eða vinna Sevilla og við hljótum að taka báða Maribor-leikina og þá auðvitað komist upp úr þessu riðli, en auðvitað er ógeðslega leiðilegt að, eins og Steini sagði áðan, að fyrst við lendum í svona riðli og fyrst við eigum þennan séns, þá ættum við náttúrulega bara að klára þetta, við erum bara konið með 6 stig eftir 2 leiki og þá, hefði okkur dugað, 4 stig á móti Maribor og við erum konið áfram með 2 leiki to go, sko. Þannig að það er auðvitað hundsvekkjandi ef við erum ekki búin að klára þetta, því auðvitað er þetta, lið í meistaradeildinni auðvitað geta því alveg haft þau gæðin að eitthvað kemur upp á, þú mistur rautt spjald, vondur dómari, eða eitthvað sem getur auðvitað þýtt að þú lendir í vandræðum, en miðað við fyrstu 2 umferðirnar, þú veist, það eigum alltaf að fara áfram, það er bara svoleiðis og það var bara grín ef við gerum það ekki. Næstu 2 leikir eru Maribor heima og úti að mig minnir. Nei, það er öfugt held ég. Nú, ok. Næstu 2 leikir eru með Maribor og það eiga að vera alveg bara með við það lið, garanteru 6 stig og við eigum þetta Spartak-lið eftir á Anfield. Þannig að í rauninni væri það stórslys að vera ekki með 9 stig úr þeim 3 leikjum.
Ég veit ekki alveg hvað að tala Steinur, ég held að Liverpool sé líklegast til að vinna Sevilla úti af þessum leikjum. Nei. Já, þá eru konir 12, þá eru konir 14, þannig að þá er þetta bara in the bag. Steini, kollegiðinn á flautinu fannst mér með, þetta er sá leikur með Liverpool held ég sem að ég er hvað líklegast til að horfa á aftur og bara til að taka tíman á því þegar leikurinn var stopp. Út af því að ég hef aldrei séð 8 mínútna uppbótartíma að vera hundpirrari, það var bara allt og lítið. Sko. Markmaður þeirra var sjálfur bara í 6 mínútur, það voru 5 skiptingar og það var engin skipting minna held ég en 2 mínútur í tafir og það tók alveg botninn úr þegar hann lá við tókum tíman á því bara strax, hann var í 2 mínútur sem hann lá og hann bætti hálfri mínútu við leikinn. Ekki að Liverpool getur líklega verið ennþá að spila og skora en svona atriði fara alveg með óskaplega töðunum. Ég held ég að Tony Pulis hafi til dæmis haft gaman að þessu leik. Hann er ekki bara að glósa mikið í kvöld. Já, það er eiginlega sko það sem að fer mest í pyrröndar á manni er að menn sé að græða því að tefja og græða því að leggja og í rauninni út í það farið að reyna að svindla á leiknum. Þannig að það fer svolítið í pyrröndar á manni en þetta er náttúrulega bara dómarans ákveð þetta. Það er bara hann sem að ræður þessu en þeir voru bara að gefa upp 8 mínútur í uppbót og það er liggja menn og það koma fullt af töfum viðbót og þá náttúrulega meikar ekkert annað sens. Maður hefur verið og unni í þessum samskiptabúnaði á Íslandi og allavega í öllum þeim leikjum sem að ég hef verið að ætta með svona samskiptabúnað þá hefur alltaf verið, þá eru menn að hjálpast að taka tíman. Já, hérna er komin mínúta í þessi meiðsl, hérna er komin mínúta í þessi meiðsl. Það eru svona margar skiptingar, þannig að við erum að fara að bæta við 4. Þetta er bara sem ég skil minnst í fótbolta, það er bara svo einfalt. Þetta er bara, það er ekkert það með þessu. Það er svona, ef ég segja þeir, það er fáránlegt að þeir séu ekki komni lengra í dómaraheiminum en Ef ég hefði verið fengið til að dæma hann í Moskvu þá hefði ég bætt við alveg 25 mínútur. Og kannski smellt einu víti, kannski smellt einu óvæntu víti þannig að verið að hendi eitthvað. Aldrei að vita. Upp í stúku. Maggi, fyrir utan þessa vitleysu með tíman, við fengum alveg nægan tíma til að vinna leik nokkru sinnum. Það voru ekki endursýnaðar neitt of oft en sástu nógu vel atvikið þegar þeir fengu þessa blessu aukaspyrnu. Við kannski tökum bæði aukaspyrnuna og frammistuðu Karius í henni en og hvað þá Emre Can en fyrir að fyrsta var þetta eitthvað brot. Sko ég segi svo Steini kannski með vítið á þann og þú líka, fyrsta impressjónu mér þegar ég horfði á leikinn yfir aukaspyrna. Ég hugsaði bara þegar ég sá þetta gerast Coutinho fór að hann við farið í... Það var þetta alls ekki fyrsta impressjón, mér fannst að bara ná boltanum klínu, ég var Steinis. Mér fannst það einhvern veginn ákveðið brot, þannig ég var ekkert að velta því fyrir mig þegar hann dæmi brotið. Svo þegar ég sá endursýninguna þá finnst mér klárlega að tekja boltan, þannig að þetta var ekki... Mér fannst þetta ekki fáránlegur dómur en sennilega var þetta rangur dómur á þessum mómenti, sko. Ég held að það sé alveg rétt, en við auðvitað höfum endursýninguna til þess að horfa á og Vídeódómgæsta er vist eitthvað sem eyðileggur fótbolta, þannig að við Nei, það er eitt í þessu Maggi sem ég gleymdi að koma inn á hjá þér áðan. Varðandi íslensku dómar það hefur staðið sér betur. Við verðum líka svolítið að gefa þeim bæði í England og hvað þá þannig í Rússlandi að það er aðeins meiri pressa, meiri hraði fyrir það fyrsta heldur á Íslandi og stemmingin á þessum leikjum. Það er meiri stemming í Moskvu í meistaradeildinni heldur en á KR-vellinum í alveg. Þú hefur greinilega ekkert verið í annarri deildinni á Íslandi. Nei, hann hefur ekki komið á Hvolsvallagóðandi þessi. Nei, það er bæði meiri stemming og mun meiri hraði og gæði. Algjörlega. En mér fannst þetta þessu... Það hefur aldrei verið góð, nei, ég hef aldrei komið góðan á Hvolsvall. Ég valdi þetta spes fyrir þig, svo þú gætir aðeins skotið því að. Nei, ég er flottir maður, ég er flottir. Já, en það er ekki rífur þangað, það er svo langt frá, þetta er bara toppmenn. En þetta var auðvitað náttúrulega bara ofboðslega pirrandi. Þetta var alveg ofsalega illa gert hjá Emre Can og svo kemur þetta brot og mér fannst þetta svona sentersbrot einhvern veginn að vera að vaða í einhverju hluti sem voru ekkert endilega gerast. En ég var ekkert endilega reiður við því. Svo náttúrulega, þú veist, ég ætla ekki að fara að lambast á markmenn og ég held að Loris Karius hefur alveg mína samúð í þessu marki því að hann náttúrulega, mér hefur fundist, þess að ég hef sagt hérna áður, ég sé ekki ennþá það sem að gefur mér sjálfstörst í það að hann sé markmaður sem við getum byggt á og ég skil ekki þessar ákvarðanatöku.
hann verði, hann sé meistaradeildarmarkmaðurinn okkar. Það kannski var Katrína vann með þetta riðilinn eða sé ekki átt að þekkja þessi lið betur við og það sé betra að hafa Karius á móti Maribor og Spartak heldur en einhverjum öðrum liðum. En þetta auðvitað náttúrulega bara ljótt mark. Við töpum boltanum illa, fáum okkur þessu aukaspyrnu og svo þessi aukaspyrnu alls ekki að þeim gæðum að þetta eigi að vera mark. Þannig að þetta var En þetta ekki, fyrsta lagi, sko, Maggi, þetta ekki eitthvað sem hann ekki undirbúa breyting á markmönnum með þessari ákvörðun og líka það að þetta ekki eitthvað sem minnilega líka að fá á sig, kannski ekki nákvæmlega svona skilur, að það að leka inn mörg hvor er það sem í markinu? Sko ég náttúrulega sko, Minjolei hefði ekki fengið þetta mark á sig. Hann er miklu betri línumarkmaður en þetta. Ég á bara eftir að sjá í hverju Karius er góður markmaður. Það er það sem mér finnst erfitt. Hann er ekki góður á línunni. Hann er að fá svona mörk á sig. Hann var rosalega flottur út í tegnum á Þýskalandi. Hann er verið að lenda í alveg svakalegum vandræðum með að fara út í tegin fyrir Liverpool. Og hann líka verið góður í fótunum og flottur svíper. Hann er ekkit framar heldur en Minjolei og hann er ekki betri í fótunum heldur en Minjolei. Þannig að mér finnst svo sérkennilegt að vera búið til og það er alltaf búið að vera að lambast að kalla inn núna Clemens. Heldur þetta ekki í Leikjavík, til dæmis núna? Hann er að fá einn og einn leik að 3 vegna fresti. Jú, auðvitað. Það er vel, menn Vísaldótt í Barcelona og Claudio Bravo. Menn eru svolítið að gleyma hverju voru í þessu liði Barcelona. Þetta var náttúrulega sennilega besta fótboltaliðið allra tíma hjá Barcelona allavega. Hann gæti lesið 2 dagblöðu leik. Nákvæmlega, ég hefði getað tekið markið í mörgum þeim leikjum, sko. Þó þau fengið þessi 3 mark, þá skoruðu þau bara 7. Þannig að það er ekki þetta að bera það saman við okkur. Við erum ekkert í þeirri stöðu að segja, já, finnst að Barcelona gátu þetta með Bravo og Ter Stegen, þá getum við það. Það er alltaf bara galin þvæla. Þannig að það sem ég sé eftir á og þess að vera Danny Ward kemur inn eina leik þarna. Ef hann ætlar að rótera einhverjum, þá vil ég líka bara fara að sjá Danny Ward í þessum meistaradeildarleikjum. Hann var vaðandi út í teig, sáuð þið það? Kemur hérna í seinni hálfleik 1-0 stöðu, kemur bolti út við vítapunkt sem hann er bara að fara, hirða og koma í leik. Þegar sko Karius hefur ennþá ekkert sýnt mér í þeim leikjum sem hann hefur að spila að hann sé góður markmaður. Og ég er líka að tala um undirbúningstímabilið í sumar. Mér finnst hann hefur einhvern veginn ekkert sýnt mér núna í þessi 2 ár að hann vinni þetta hæp sem hann var með í Þýskalandi. Mér finnst hann geggjuð YouTube-vídeóin hans í Þýskalandi. En hann er að fá á sig lin og léleg mörk, hann er ekki góður að fara út í teginn, hann gengur illa að koma boltana frá sér. Út af hverju verið að spila honum þarna, ég skil það ekki alveg. En á móti, þá hef ég líka alveg verið að verja Minjolei og sagt að það er við vörn í kringum hann og það er örugglega vont að detta inn í leik, og það er vont að detta inn í leik þar sem voru ekki mikið búin að vera að spila með mönnunum. Þannig að ég er ekkert vissum að hlutirnir séu á þeim stað að við getum einhvern veginn bara verið að gera hærri kröfur til hans heldur en að sýna, sko. Það er svolítið það sem alltaf við mér. Við tökum þetta betur Maggi seinna, ég er nú ekki alveg öllu litli sammála varðandi Karius, ég er meiri trú á honum heldur en þú, en... Bara vera sýndir það einar. Mér finnst það bara... Liverpool, skilur, ég veit þú fyrir ekki minni það ekki. Mér finnst það bara kvikar að boltan, minnst að miklu flottar að koma boltanum út og ég held hann þurfum við aðeins meiri leikaðingu. Þetta var mjög vont mark, ég er alveg sammála því, ég er ekki sammála Minjolei sé eitthvað líklega til að taka, mér finnst það vera að fá þetta á sig líka, en eins og ég segi, ég var alveg til að taka þetta kannski aðeins setna og eftir kannski fleiri leiki þegar við fáum frá Karius núna í vetur, en aðástæðan sko að við erum búin með tíman, uppbótartíminn er bara 8 mínútur hjá Steina og við eigum Newcastle eftir. Steini tóknaði á tungum, það er að stega á tungum fyrir á hann. Klárum þetta rætt hérna Newcastle Steini hérna helgina, Rafa Benítez. Newcastle Steini, ég vil nú ekki láta kalla mig Newcastle Steina. Viltu ekki bara fara á svið með þetta? Herðu, það er Newcastle helgin Rafa Benítez helgin eftir meistaradeildarleik, það er á sunnudeginum, hann var ekki alveg á nógan tíma en eftir náttúrulega frá Rússland og allt svoleiðis. Þetta er ekki drauma leikur á útivelli eftir meistaradeild, við getum alveg orðað þannig þó að við fara nokkuð besti vinnur leik. Það bara alls ekki og sérstaklega ekki á móti Rafa Benítez sem kann nú alveg að leggja upp einstaka leiki og hann verður búinn að vera með marga daga til að leggja upp leikinn og hefur haft nægan tíma, þannig að þetta verður erfitt, við þurfum á öllum okkar að halda og vonandi, það er búið að koma í ljós að Lovren var eitthvað meiddur, að því var frændikarinn Ragnar að spila þessa leiki daginn, en Lovren með sína galla, hann er alla daga 30 sinnum betri en Ragnar Klavan, þannig að vonandi bara
koma menn inn og halda áfram það sem frá var horfið með að því að svona varnarlega það kannski reyndi ekki mikið á það en Newcastle Rangers þeir eru ekkert blúsandi sóknarlið þannig að við þurfum bara að halda fókus þarna tilbaka en núna þurfum menn bara að fara að nýta þessi færi. Við getum ekki farið inn í einn leikinn og verið að skora úr einu af hverjum 10 færum. Það verður bara að fara að lagast og bara krossum fingur, vonandi gerist það helgin og sjáum þessar kanónur okkar loksins bara stíga svona stórt skrefin í tímabili og lenda síðan bara strax í að fara í hundleiðilegt fucking landsleikjahlé. Það er búið að vera aðeins álag á liðinu eins og segir mér þetta líka stillt upp liðinu og hvernig líst þér á þetta? Já, ég held að við séum alveg bara álægð á liðinu, auðvitað þessi, maður veit aldrei hvernig svona ferðalagur, þetta Moskvuferðalag, það þýðir alltaf það að þeir hafa ekki æft fyrir ég mun ekki æfa fyrir á morgun eftir leikinn. Ég held að sé nú þó að Lallana sé ekki að fara að næfa, það er engin nýr að koma inn í þennan hóp sem hefur verið fyrir utan hann. Þannig ég held að við sjáum ekki endalega mikla breytingar. Ég hef nú trúið að Gómez kom inn í bakvörðinn, minni leikki verður í markið. Moreno, ég veit ekki alveg hvað við sjáum varandi það, hvort að hann fara að halda áfram. Því að hann náttúrulega hefur bara verið fínn og flottur þó maður sé ennþá pínlítið stressaður með hann. Þannig ég held að við getum alveg verið að horfa á sömu vörð þar. Ég myndi halda það að hann myndi svissa á Wijnaldum og Kahn, ekki síst vegna sem Wijnaldum hefur spilað þarna frá og þekkir þetta allt, þannig að það væri málið. Og ég held að við sjáum áfram Coutinho og draumagöruna þarna 3 frammi. Hvort að Coutinho verður látið spila kannski bara 60 mínútur núna. Það væri kannski eitthvað sem að því hann náttúrulega er svo sem að koma tilbaka og ég veit náttúrulega ekki. Ég held að það hafi ekki verið nein meðsli þarna sem að skipti máli þegar hann var út hjá okkur. Svo náttúrulega trúi ég á það að við erum þarna vel skipaðir með menn eins og Javier Manquillo og John Joe Shelby í Newcastle-liði sem munu gefa sitt hvora vítaspyrnuna og sennilega fá eitt rautt spjald á móti okkur. Er Manquillo að spila leikina hérna? Já, ég hef ekki hort á Newcastle spila en ég sá einhverja klippur núna einhvers staðar þar sem hann var allavega að spila, þannig að svo getur vel verið að hann allavega var ungur og óreyndur algjörlega þegar hann var móti okkur, þannig að það getur vel verið að hann bæti sig því að hann alltaf var einn slakari mönnur að spila fyrir Liverpool. En heldur að Sturridge enga séns hérna? Ég held að ráðist algjörlega af því hvernig Coutinho er. Ég held að það verði algjörlega þannig, ef að Coutinho verður alltaf þá... Ég meina nú fyrir Firmino, sko. Já, ég held að Sturridge er ekki fyrir Firmino, því ef að Coutinho er inn í leiknum og þá er Coutinho ekki eins mikill, ekki stuglegur leikmaður og náttúrulega Coutinho er duglegri leikmaður heldur en Sturridge væri, þannig að ég held að ef að Coutinho er inn þá verður hann með Firmino með honum. Ég allavega held það. Ég held að hann sé ekki að fara að byrja Sturridge fyrir lengra liðið á tímabilið og þá frekar í leikjum sem að verða meira heimavelli heldur en útivelli því að við erum að fara í erfiðan leik. Þetta er Newcastle lið og við eins og Steinis áðan með Rafa Benítez þetta er hörkulið að þá er ég ekki á því að hann svona breyti mjög miklu frá því sem hann er búinn að vera að gera. Þó ég var alveg til í að sjá Sturridge fyrir Firmino. Já, herðu, Maggi nafniðinn, hann er byrjaðar á uppbytun og hún verður líklega hressandi fyrir þennan leik og fer betur yfir þetta þar en endum þetta vandastrákar á spá fyrir þennan leik. Ég held að eini leikur er framöndan fram á næsta hætti. Já, og ég byrjaði það. Já, byrjaði. Koma svo. Ég ætla bara að vera bjartur á þetta. Ég ætla að segja við komum til með að bæta hlutfallið. Ég held við sköpum okkur 12 góð færi og skorum 3 mörk. Það er rosalega veikt. Það vinnum við 3-2. Við fáum alltaf okkur 2 mörk. Já, 3-1. Ég hef trú á því að Ragnarsfaktorinn skili okkur í einu marki fara. Það er lifandi. Á maður að kveðja með þessu. Ragnarsfaktorinn. Það er eitthvað að hann verður á eldi þá. Ég ætla bara að segja ykkur það. Það er ekki á hreinu. Ég meinti Ragnarsfaktorinn að hann verður ekki inn á. Já, það verður ekki bestu verður inn á. Ég bara þess að með fuck it maður. Hann fór það. Nei, ég má ekki sem fuck út úr mig. Ragnarsfaktorinn er það að hann verður ekki nálægt fyrir liðinu. Það er strax skára. Þá kannski er hann ekki á eldi. Síðan ferð þú bara út í hornun og eftir og slarði 3 utanundir. Það er aldrei vita hvað maður gerir. Hvað segir Maggi, hvernig fyrir þetta? Herri, já, ég held þetta farið 3-2. Ég held ég það von, eins og Steini segir, við náum að
bara, þú veist, þegar maður búinn að vega og meta, þá ég alveg eins og Steini með það, og þið við allir, ég vona það virkilega að þetta sé að bresta og við séum að detta í gang með það að fara að nýta fleiri færi. Á móti því að varnarleikurinn okkar mjög ótraustur og við erum að fara að fá okkur 1-2 mörk í flestum svona leikjum. Það er 3-2 sigur. Ég skítrættur alltaf við það? Benítez leiki, en ég ætla að segja 3-0 sigur aftur. Ég sagði það fyrir síðasta leik, það klikkaði. Það átti að fara 3-0. Ég held ég að við bara misreiknum 1 leik og þetta fyrir 3-0. Það eru strákar, við erum konir... Skítrættur þetta fari bara 2-0 þá eða? Nei, ég veit skítrættur að Benítez stríða okkur og takja okkur stig. En það er umræðefni í næsta þætti. Ég veit ekki hvort það verði næstu eða næstu viku, en við metum það á næstinu og heyrumst bara í þessu æðislega landsleikjahléi. Ísland er að fara að taka Tyrkland og svona. Þetta verður bara stemming. Takk fyrir í kvöld, strákar. Takk.